Það var sunnudagur og Snúlli skemmti sér við að blása sápukúlur. Sólin sagði honum að sólmyrkvi væri í aðsigi. Æ, Guð hjálpi mér, sagði Snúlli. Ég verð að ráðfæra mig við geitunginn. Hvað segirðu? Hvað er að fara að gerast? Geitungurinn átti töfrakíki sem hann hafði keypt af Tóta töframanni. Snúlli vildi vera vel undir þennan merkisatburð búinn. Hann ákvað að fara í bæinn og kaupa nýtt gler. Þegar Alli vaknaði, fann hann ekki Snúlla. Hann fann bara kuðunginn hans. Hann óttaðist eitthvað hefði komið fyrir vin sinn, varð frá sér numinn af gleði þegar hann sá Snúlla koma. Snúlli staulaðist heim með risastóra glerplötu. Ég var orðinn dauðhræddur við þig, Snúlli, sem mátti ekki fara svona á þess að láta mig vita. Við verðum að skera glerplötuna. Alli vandaði sig óskaplega. Snúlli fékk góða hugmynd. Hann hengdi Alla upp til hann kæmist betur að skera glerplötuna. En hvað gerðist? Búms! Aumingja Alli braut glerplötuna. Æ, þið eru nú meiri kjánarnir, sagði sólin. Vitið þið ekki að þið getið orðið blindir á því að horfa á sólmyrkva í gegnum gagnsætt gler? Svei mér þá ef það finnst hugsun í höfðun á ykkur. Við verðum að gera eitthvað við glerið áður en við sitjum það í, annars getum við alls ekki hort á sólmyrkvann á morgun. Þeir félagar fóru heim í háttinn. Nóttina færðist tunglið sífellt nær. Glerið beið eftir að verða sett í gluggann. Það var allt óvenjulegt í dag. Meira að segja vekjaraklukkan var alls ekki eins og hún áttaði sér. Snúlli og Alli fengu sér morgunbað. Skyndilega fengu þeir góða hugmynd. Ef þeir ætluðu að horfa á sólmyrkvann í gegnum gluggann hjá sér, yrðu þeir að sóta glerið. Þá fengju þeir ekki ofbirtu í augun. Þetta gekk ekki nógu vel. Æ, ég veit ekki hvað ég á að gera. Snúlli sá að það var betra að gera þetta við kerti, hitinn ekki eins mikill. Á meðan þeir hömuðust við, þyrptust þorpsbúar að til að fylgjast með sólmyrkvanum. Og þegar glerið var loksins orðið nægilega svart, var reyndar sólmyrkvinn genginn um garð. Það voru bara Snúlli og Alli sem mistaði að horfa á hann.
Kuðungjar Snúlli og Alli voru búin að sóta glerið sitt og sjálfur voru þeir sótugir upp fyrir haus. Tilbúnir. Hæ, hvað sólin þarna bara eins og venjulega? Æ, klaufa kjánarnir ykkar, þið mistuð að miklu, sagði sólin. Ég læt tunglið fara svona fyrir mig með 400 ára fresti, svo það þýðir ekki mikið fyrir ykkur að geyma sótuga glerið. Það eina sem þið getur gert að fara inn og þvo ykkur rækilega. En þeir voru samt sem áður ánægðir félagarnir. Það var eitt jákvætt við þetta. Jú, það var nefnilega það að þeir hefðu allavega ekki orðið blindir á því að horfa á sólmyrkvann.